Verst hvað þetta lag lengi að byrja Geggjað samt Celebration Já, það held ég Ef kannski að leifa svo dettin hérna Já, þetta gott Þarna, það held ég Kæru hlustendur Það Pingjan sem heilsar Og nú erum við konum með frábæran gest Valgeir Magnússon Valli Sport Sko, ég bara í vandræðum með Hvernig ég á að kynna þinn Stjórnarformaður Pipar, eða ekki? Já, það passar Athafnamaður Markastjóri landnámsheggja í Hrísey Já, það náttúrulega aðalstarfi Já, eða ekki Já, og svo allur fjandinn annar Já, það beðum að koma með Athafnamaður Já, við hefum eiginlega þurft að Við erum ekki að kallar Já Hérna, eins og ég segi þú allt múlíkt mann bara að því er virðist Búin að vera í Já, í símaskáni er til að rithöfundur Rithöfundur, já, líka Hefur þú gefið út bók? Já, skálsugur, já Aha Við fórum ekki til það Nei, Svo umbóðsmaður líka, eða ekki? Jú, það er búin að vera umbóðsmaður ansi Skemmtileg Frábært, herru Við erum í góðu skapi en Valli er hérna mættu til að leiðir þetta ansi margt Kannski bara Þættum okkar Pipar Já, þetta var mjög gaman að hlusta á okkur fara yfir ásetningin okkar Það er ákveðin svona líkilatrið sem er gott að hafa í huga Þannig ef að fyrirtæki sem heitir Eignarhald EHF er með 700 milljónir í útselda vinnu þá er það líklega ekki bara eignarhaldsfélag þó að félagi heitir þetta er svona cover sko, don't judge the book by the cover þó að heiti það sko, það var ekki þar með það að sé það sko. Við erum ungir og við erum að læra það er bara þannig og svo ætlum ég annað sem að ég er nú búin að heyra ykkur taka nokkra ásetningar sko. Þegar að dótturfélagar að borga út arð hver fær þá arðinn? Móðurfélagi þá er ekki verið að út úr businessinu það er bara að færa hvar óraðstæður eigi fél liggur sko. Þetta er svona nokkur líkilatri Pumpa er svona líkilorð hérna í þessu sko. það er svona dótturfélag og þeir eru ofta borg út til móðurfélagsins bara svo óraðstæður eigi fél liggi á réttum stað Fari frekari fjárfestingar eða hvað sem er eða borga eigundu sínum arð setna sko. Þetta er verður ábending og við skulum reyna að vanda orðavalið kannski betur Ég meina til þess er þetta Algjörlega, við viljum aðhald, við elskum aðhald En hvernig er hérna bara ef við byrjum á þessu, leiðir þetta hennar hlut bara reksturinn eins og hann lítur út í dag Pipar, TBFA er bara orðið, hvað, samsteypa eða Sko, Eignarhald EHF á nokkur félög og Pipar auðlýsingastofa EHF Hér á landi Pipar Media EHF sem er líka hér á landi sem er birtingafyrirtækið og þegar þið voruð að fara yfir þá hétta félag auglýsingamiðlun þetta var alls við gerðum svolítið strúktubreitingu 2023 þannig með ég alveg eiga það þetta var ekki auðvelt verkefni því að Keldan segir nafn á félagi sem er ekki í ásetningnum að því við vorum að gera strúktubreitingu 2023 síðan er það hérna The Engine Akkurat Ghost Lamp og markaskóli Pipar sem er nú ekki starfandi en félagið til, við vorum að nota það fyrir nokkrum árum síðan eigum við í Nóri, þar eigum við sko SDG TBWA SDG Scandinavian Design Group eigum við líka sem er skamstaf SDG þannig að þess heitir það SDG það er svona samtengingar á þessum fyrirtækjum sko og svo erum við The Engine Norway og síðan erum við með The Engine í Danmarku og svo í Budapest erum við með The Engine og svo erum við að opna í Helsinki á þessu ári Engine eða Engine, og Scandinavian Design Group líka í Helsinki Ef við förum aðeins yfir kannski ekki hvert og eitt en Scandinavian Design Group eru það þá bara fyrst og fremst hönnuðir eða eru það það er hönnunarstofa og digital þá fyrst og fremst eða bara allt í dag er ekki til neitt sem heitir digital hönnuður sko. Nei það er bara það er rosa mikið hitti fyrra þú ert bara hönnuður og digital er bara svo rosalega stór hluti af því sem að þú ert að hanna sko. Sem eru þá hvað bara herferðir á netinu og
Já, eða bara viðmót í appi viðmót sönnun hvernig vefsíðan á líti út bara vörumerki, ef að vörumerki lifar ekki digital, þá bara lifar það ekki þannig að þú ert að hanna vörumerki og þá var vörumerki ekki bara logo, vörumerki heildar heimurinn sem þú ert að hanna inn í nú erum við að heyra Celebration byrja aftur þetta á lúpu sett á jazzið þetta á jazzið bara þannig að gamli DJ-in ekki að finna það Ertu ekki með playlist á Spotify eða? Best of Valli eða? Það er DJ Office Sett á það, höfum það bara undir Það er alltaf verið að glöður með DJ Office sko. Ég er DJ Office á vinninni En hérna, einmitt, og svo með Scandinavian er einhver Íslendingar að vinna þar? Eru bara að kaupa stofu sem Scandinavian Design Group, ég er framkvæmdastjóri þannig að ég er Íslendingur þannig að hérna í Scandinavian Design Group er engin annar Íslendingur en The Engine í Noregi, það eru 2 aðra Íslendingar þar en þau hafa bæði búið þar mjög lengi og það er Kristján Már Hauksson sem er stofnandi The Engine alveg, maður kannast við hann og svo hann Hatta sem hefur búið, ég held að hefur búið 18 ári í Noregi hann er meira normaður en Íslendingur þannig að, nei, ég sko það er til 2 svona módel að byggja upp fyrirtæki erlendis svona sem að það er að vera að senda snillinga frá móðurlandinu í að reka fyrirtæki eða þá að vinna með lokal fólki að byggja upp og treysta það að lokal fólki þekki nú sinni með marka betur. Ég hef nú meiri trú á númer 2 sko. Sjávarútvegurinn oft nota númer 1 og ég seldi að það sé ekki góð leið að vera alltaf að sko halda að Íslendingar séu ykkur ofumenn og ég bara yfirtaka einhverja markaði út í heimi sko. Við hérna frekar að En er ekki svona hybrid? Ert þú ekki líka úti eða? Jú, ég bý úti en ég er að vinna þar með lokal fólki sem á að sem á síðan að halda áfram með það kefli ég er ekki að stefna því að sko búa í Noregi þar sem þetta er ræfinar heldur ég setti mér þetta að væri 2 ára að byggja upp þarna stofu og ég var að framlíkja með 1 við erum í svo miklum stækkunar fasa núna eru núna á Gazelle lista í Noregi Hvað er það? Gazelle eru þeir sem að meira en 2-falda veldunni sína vill ára Ég verið að byrta lista þannig Það er skemmtilegt Þið gætu gert það Við þurfum vel að taka saman Fyrstir með að búa til svona Gazelle lista á Íslandi Svo það er og búa það til á okkur svona vettvangi Svo það er hérna Ég heldur getum við að klippa þetta út og koma þessi framkvæmt Það er rosa merkilegt sko í Noregi að komast á Gazelle-lista það er mjög mikilvægt Þetta er briljant pæling sko það er aldrei að vita hvað við pingjum Þannig að það er keppikefli eins og bara þú komið til Noregs og það skiptir ykkur máli að verast á Gazelle-listanum, já Þetta allt svona skiptir máli af því að sko perception is reality og leðu ert á einhverjum svona listum eða farvelun eða dót þá ertu partur af einhverju successi og það vilja allir vera með í successi sko. Þannig að allt svona skiptir rosalega miklu máli þess vegna Ulskastofur svona duglegar takna átt í alls konar velunarsamkeppni það teki eftir að googla hérna stofunar okkar alltaf lúður hans er mikið sko, þetta er líka leiðin til yfir í umfjöllun og vera top of mind og ég heyrði nú að þeir voru að tala okkur síðast að við vorum greinilega top of mind hjá ykkur sem að það skiptir allt miklu máli sko. Við fórum líka kannski sko, með langar enn önnur leiðréttingin því að við vorum að taka saman veldu félagana við vorum alveg way off náttúrulega með Pipar þegar við vorum að taka hvar eru því þessari stærðar þekkir það? Sko, hérna heima það er sko velta er það stærða mælikvarði á auglýsingastofu? Kannski ekki Hvernig mælið þú það? Sko, eina leiðin sem ég sé til að mæla stærða auglýsingastofu er útseld vinna Við erum með núna síðast ári líklega tæplega 1,2 miljard í selda vinnu og ég efast að nokkur önnur íslenska auglýsingastofa sé með yfir miljard í útseldri vinnu sko. Þannig að þið eru stærst Mögulega sko að verða að rannsaka því að leiðum að fyrir gennum ásyningin og sér velduna og fer svo í vörukaupin og þá sjáu þið hvað mikið af því er bara velta sem er að fara bara í beint í gegnum fyrirtæki sumir, þú þarft ekki að vera rosalega
það eins og með þessi birtingahús? Já, þessi birtingafyrirtæki þessi birtingakúnnar sumir kúnnar ekkert stórir en með rosalega mikla birtingar til dæmis algjörn með heildsölur þú ert bara að breyta fyrirsögnum í einhverju auglýsingum fyrir eitthvað alþjóðlegt vörumerki en síðan rúllað bara einhver birtingavél á bakvið þetta þannig að þú ert kannski með kúnna sem velta 200 milljónum en ertu að vinnu kannski bara fyrir 5 sko. Þannig að þá skekkjar svo myndina sko. Þannig að maður skilur þetta rétt þeir borgi ykkur sem bara 20 milljónir einn mánuð og þið takir bara 19,5 eða eitthvað og dæli strax bara inn á Vísi, Facebook bara komið svo strax í dreifingu Já, það er þessi birtingar hlutin bara að virka þannig og þú fær kannski bara tilbúnar auglýsingar frá útlöndum og þú bara þýðir fyrirsögnina og meginmálið og svo bara heldur þetta áfram að birtast sko. Þannig að sko allavega mér fyrir mér þá finnst mér sko mæling ef ég að bera okkur saman við ykkur aðra þá maður að velta fyrir sér bara útseldri vinnu það er svona stærðar umfang stofunar svo bara ykkur aðri sem að mæla það öðruvísi þannig að stærð svolítið tegilegt hugtak sko. Þannig að ég veldur ekki stæst en ég hugsa við séum stæst í útseldri vinnu En hvernig þetta eins og bara með Svo er líka eina stofan sem að starfa í fleiri einu landi sko. Það er klapp á ykkur Eitt Ég vil aðeins bara á þessum nótum þú veist talum bara þetta vantilega svona dálítið vertíðabundið bara eftir árum sveiflur í tekjum, þú veist, eða útseldri vinnu þú veist, þið finnir vantilega vel fyrir því þegar það er góðæri í auglýsingum þegar fyrirtæki að setja meira budget í auglýsingar Já, og stöðuleikin sem að þið sáuð í þið voru að fara yfir reikningum síðast það var náttúrulega því náttúrulega, það er frábær stöðuleiki í Peipa Media stöðuleikin okkar er ekki eins og þið lásið út en ef þið hefðu skoðað sko akkurat þennan þátt, útselda vinnu þá er stöðuleikin ekki svona mikill sko. Þannig að það er þetta er líklega svona með erfiðari brönstum til að vera í að maður þarf að vera alveg rosalega viðbragðast fljótur við erum svolítið kanaríufuglinni í göngunum sko að ef að súrefnið minnkar þá bara deyr kanaríufuglin þú sér það rosa hratt á auglýsingastofum, ferðaskustofum og bílaumbúðum ef að það er eitthvað fara að kreppa að þá bara minnkar hraðast á þessum þremur geirum bara strax En er þið þá eins og með starfsfólk er þetta verktakar eða er þetta launþegar meira minna launþegar, já, það er þannig ok við sko það er einhver mýta að borgi sig í svona sveiflu umhverju að vera með verktaka en þá ertu ekki að byggja upp þekkinguna þú ert ekki að byggja upp teamspiritið sem er mjög mikilvægt þú ert ekki tryggur þá með þetta fólk þegar uppsveiflan kemur þannig að þá eru verktakarnir bara farnir allt í unnu bara í eitthvað gig þannig að það þú veist þetta bara virkar ekki Ein loka spurning með þessi birtingarhús og þetta er svo mikil velta er það einhver áhættustjórnun að taka þetta í gennum sér félag? Það væri ekki sniðut einhvern veginn að fá veltuna inn til ykkar er þetta bara til að það er bara nákvæmlega bara áhættustjórnun þannig ef eitthvað klikkar þá voru þið kannski búin að panta fyrir 10 milljónir og kunnin er ekki múin að borga það er bara nákvæmlega það sem er ástæðan Númer 2 að þetta er líka að því þetta er svo eðlis mismunandi rekstur, útseld vinna og birtingaþjónusta annað er í rauninni bara fjármálaþjónusta birtingaþjónustan er sko sérþekking í því hvar þú átt að birta en ekki síður bara fjármálaþjónusta bara umsýsla með fé sem er annara manna fé og leiður komið þetta saman þá er bara svo mikil hætta á að þú lendir í að þú sjáur ekki strax því að við talum um hvað er að kvikur sko að þú með rosalega veldu og þú sérð og þú borgar eftir á birtingarnar og þú sérð ekki strax það er bara það er rosa samdráttur núna í útseldri vinnu og svo bara allt í náttúrulega komið stór hluta af sko birtingarfinnu bara ég að borga á launastum og þú bara komin í vesen En þið sko, þið vantilega sem tryggið ykkur á einhvern hátt með, þið eru með samninga eða ekki, við fyrirtæki sem, þú veist, og er allur gangur á því hversu langur sá samningur er eða er þetta það er allur gangur á þeirri tímalengd
og oftast þeir uppsegjanlegir líka sko. Já, einmitt. Fyrirtæki ekki mikið til að gera óuppsegjanlega samninga sko. Nei, þannig að við sjáum í okkar bransa, við sjáum ekkert marga mánuði fram í tíman sko. Við erum yfirleitt gjaldþrota 6 mánuði fram í tíman, stundum 3 mánuði fram í tíman sko. Þannig að það er einmitt. Það er fyrirsjáanleikinn, hann er ekkert mikið, við keyrum rosa lítið á meira en 3 mánuða áætlunum. Einmitt. Þannig að við gerum 3 mánuða áætlunum og svo gerum við aftur 3 mánuða áætlunum. Já, það er reynda svakalegt. Þannig að það er bara, þetta er bara veruleikinn sem við búum við og við erum búin að æfa okkur að sko vinna í þeim veruleika. Og þá er teamspiritið svo mikilvægt. Það gerist í þessum bransa, það gefur á. Og þá þarf allir hópurinn einhvern veginn að taka það á sig saman annars bara missa allir vinnuna þannig að það hefur alveg gerst að við þurfum að halda fundi og segja bara ok, nú er þetta staðan við sjáum bara að næstu mánuður er þetta svona þá annarkvort þurfum við að fækka fólki eða við tökum öll á okkur högg og lækkum kannski laun okkur 10% og það er alveg gerst sko, ef maður hugsa ekkert voðalega langt aftur í tíman og svoleiðis teamspirit verður ekki ef þú ert með fullt af verktökum og alls konar svona dót sko. Þetta er sko auglýsingastofa er svolítið eins og hljómsveit og það er bara það verður allir að spila í takt við erum með þessari hljómsveit og það er bara þetta er lífstíl að vera í þessum bransa og hérna Excel er rosa gott tæki fyrir okkur að nota til þess að lifa af en við lifum ekki eftir Excel sko. Nei, einmitt. Hvað hérna, ef við förum aðeins aftur út í heim, er þetta bara keimlíkt umhverfi, myndur þú segja, Noregur, Danmörk, ertu byrjað að finna svona einhvern menningamun eða kultúrar? Það er rosalega skrítið hvað er mikill menningamunur á milli þessara allra Norðurlanda. Nestipakki og lunch og... Já, það er bara með ólíkjendum sko. Ertu byrjað að fara á gönguskíðum í vinnuna? Nei, ekki í vinnuna. Það er þetta erfiðar í Oslo, eða ekki? Maður þarf að fara aðeins út fyrir. Já, þú veist, að fara á gönguskíðum í vinnuna í Oslo er það, ég veist maður, íðileggi skíðin hratt sko, og sanda meira og minna allar leiðir sko. En hérna, en auðvitað í gönguskíði. Já. En þegar þú talar um menningamun, áttu þá við bara, þú veist, á þjóðunum eða áttu við bara í geiranum? Bara, til dæmis, eins og ákvörðunartökufælinni. Úti þá, frekar heldur hérna í Noregi versus hér þá vilja allir taka ákvarðanir og fleiri en ættu að gera það það getur verið slæmt líka sko þannig að þú veist það er svona fullt á svona hlutum það er svo bara svona en er það þá vinnustæðamenning sko til dæmis heitumatur í hádeginu bara eitthvað sem okkur finnst að vera bara sjálfsagt mál í Noregi er það bara það er bara brauð og álegg sko og sko rökkbrauð með makril tómasósu og smá pepperoni það er bara góð og hádegismat Ertu ekkert að vinna með hann að jalapeno túburnar svona rjómaost það er voða mikið vinna með það á vinnustanum sko, en ég er ekki mikið að vinna með það Ert þú bara í ribbæ hverju hádegi? Nei, ég er bara í sama laun sko. ég er bara geta makril tómasósu eða brauð, við kaupum voða mikið sko, svona hnetubrauð sko, var valhnetur í uppistæðan í brauðinu það er búið minnst alltaf stofunni trend geti komið skemmtilegt eitt hérna með ákvörðunarfælina gera góð brauð í Noregi mjög góð brauð með ákvörðunarfælina ertu að segja þetta sé kannski hjá ykkar fólki innanús er það fyrirtækin viðskiptaunir sem eru svo rægir við að taka ákvörðunir með þetta er bara í menningunni sko það er hierarkíin miklu skýrari og ef þú ert ekki framkvæmdastjóri þá tekur ekki ákvörðunir þannig að það er rosa erfitt þegar þú ert ekki á staðnum þá tekur engin ákvörðun þannig að það er bara það þorir engin að taka ákvörðun það er bara innbyggt en í staðin er það rosa gott að fólk er ekkert að taka ákvörðun sem ákvæmt að taka ákvörðunir þannig að það er líka gott sko. Sonur eigandans hérna sendi post í gærkvöldi og vill gera það svona geti kannski verið svolítið íslenskt já, það er einmitt að mjög íslenskt sko. það er hérna sko það er eitt fyrirtæki sem við máttum með sem kemur líka frá Íslandi með Arctic Trucks og þeir voru að vinna voða mikið með Íslendinga í byrjun og það er svolítið Íslendingum en þá vinna þar Arctic Trucks í Noregi er mjög stórt og búið til herbíla og alls konar dót sko. Kæru hlustendur, já
það nóg eftir að þessum þætti en til að hlusta á restina þá verðið að fara inn á partus.is/pingjan. Hvað mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki ekki 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það mikils að vinna þar, það verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreikningar. Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreikningar þættir inn á partus.is/pingjan og komið með okkur í ferðalag. Ekki orðum það mér.